Sælveriði, Ívar hér, flugsmiðjunni. Í kvöld ætlum við að nýta flugu sem heitir Koparmoli og er eftir Gísla J. Þórðarson. Þessa flugu er að finna í bókinni Veiðiflugur Íslands á blaðsíðu 28. Og þetta er svona típisk koparfluga bara, eins og hérna Brassi og Copper John hérna frá Bandaríkjunum. Þannig að það virka allar svipað þessar koparflugur. Það eru þyngdar, svona vel þyngdar bæði út af kúlunni og út af búknum. En þetta er sem sé vafið svona niður og svo fyrir vírinn utan legginn. Svona, svo helikopterum við vírinn af, svona, og notan í aðra flugu sérna. Næsta sem kemur á þessa flugu er í rauninni eins og stendur steingrátt ullarband og ég er með hérna ull hérna með mér, steingráa, er svona nokkuð gráa og ég er að spá í að vefinni bara beint á, í stæðan fyrir að döbba hana á. Síðan að grípa hérna svona, kemur þetta loksins og þá er þetta bara að klippa þetta í burtu, þetta fer bara undir. Það er aldrei að vanmeta ullina af rollunum okkar sko, það er gott efni þar sem við eigum, gott nýtingarefni. Þá kemur ullin hérna yfir þetta svona og myndar þennan fremri hluta á búknum. Þannig að okkur að hafa kúluna svona cirka eins og við viljum hafa þetta. Það er alltaf að taka dálítið á þessu. Svona. Svo nýtum við þetta bara niður hérna. Þá er þetta eiginlega komið. Bara nýta þetta fast hérna með tveim þéttingsföstum. Þá er bara hausnúturinn eftir. Það er bara eftir að lakka fluguna. Svona. Þá er koparmólin tilbúin og hún lítur svona út, fullkláruð, einföld fluga en mjög góð veiðin. Ég þakka kærlega þeim sem fylgjast með og ykkur öllum fyrir áhorfið og viðtökurnar. Þið megið endilega deila vídeóinu og gerast áskrifendur á rásinu ef þið ekki þegar gerst áskrifendur. Og við sjáumst hress og kátt í næsta vídeó. Takk kærlega fyrir.